Takk fyrir þetta. Kæru snæfellingar og aðrir fundargestir. Við búum í einu farsælasta samfélagi heims. Ísland trónir á toppnum á lífsgæðalista Sameinuðu þjóðanna, hefur verið friðsælasta ríki heims frá upphafi mælinga og næst hamingjusamasta þjóð í heimi. Sé þetta haft í huga auðvitað ekki nema von að utanríkisráðherra hafi spurt sig og aðra í frægri grein rétt fyrir páska: er til annað líf? Jú, sjálfsagt það til, en það afar hæpið að halda því fram að Íslendingar þurfi að ganga í Evrópusambandið til að öðlast það. Þar með ég ekki að segja að allt sé fullkomið hér. Við glímum við verðbólgu, háa vexti, húsnæðisvanda og krefjandi rekstrarskilyrði. Það eru verkefnin sem stjórnvöld eiga að beina kröftum sínum að. Þetta eru ekki verkefni Evrópusambandsins. Ef íslensk stjórnvöld eiga aflögu orku fyrir jafn stórt verkefni og aðildarviðræður eru, væri kannski bara ágætt að beina þeim viðbótarkrafti í að ná niður verðbólgu og vöxtum og skapa heimilum og fyrirtækjum stöðugleika. Ég get lofað því að þar yrði þjóðin ekki klofin í afstöðu sinni. Að kjósa að Ísland standi utan ESB er ekki það sama og að standa utan Evrópu. Við erum og verðum áfram Evrópuþjóð. ESB-ríkin eru vinaþjóðir okkar mikilvægustu samstarfs- og viðskiptaþjóðir. Við erum í Schengen, við erum í NATO og við erum á innri markaðnum í gegnum EES-samningin. Við njótum víðtæks samstarfs en höldum forræði yfir okkar mikilvægustu málaflokkum. Stjórnvöld segjast vilja sækja samning þar sem Ísland fái áfram að ráða sjávarútvegi og landbúnaði. Og ég hef bara nokkuð góða fréttir. Því sá samningur er þegar til. Hann heitir EES-samningurinn. Hann er ekki gallalaus og engin alþjóðasamningur er það svo sem, en hann veitir okkur mjög víðtækan aðgang að Evrópu án þess að við afhendum lykilákvarðanir matvælaframleiðslu og sjávarauðlindina til Brussel. Þess vegna er það svo undarleg hugmynd að fara af stað í aðildarferli þegar helstu talsmenn þess segja lauf að við viljum ekki samþykkja 2 af grundvallar þáttum aðildarinnar, sameiginlegu landbúnaðarstefnuna og sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Aðildarviðræður eru ekki einhver hugarflugsfundur þar sem Ísland og ESB hittast og búa til nýjan samning í tómarúmi. Við værum að sækja að gerast aðili að Evrópusambandinu, ekki að hluta heldur í heild. Viðræður og samningur snýst fyrst og fremst það hvernig aðlögun Íslands að regluverki ESB á sér stað, mögulega aðlögunar fresti og afmarkaðar sérlausnir. Ekki það að Ísland velji sér þau ákvæði sem henta og skilji hitt eftir. Í landbúnaði vitum við þegar megin niðurstöðuna. Við værum að fara inn í tollabandalags og tollvernd hyrfi. Ísland tæki upp sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB sem byggir á allt öðrum og ólíkum forsendum en hér. Núverandi stuðningshverfi hyrfi því og það yrði endur hannað. Sérlausnir gætu svo sannarlega mildað höggið af umbreytingunni, en þær breyta því ekki að við færum frá kerfi sem sniðið fyrir Ísland yfir í kerfi sem byggir á öðrum forsendum. Í dag getur landbúnaðurinn nefnilega horft til allra átta, hvort sem til ESB, norska kerfisins eða reynslu annarra þjóða. Við getum tekið það sem gagnast íslenskum aðstæðum og aðlagað að íslensku regluverki og við getum látið hitt eiga sig. Við getum lært af finnskum byggðastuðningi, norskum fjárfestingastuðningi, evrópskum umhverfisverkefnum. Þetta frelsið sem við búum við í dag. Þessu verðmæta svigrúmi værum við að fórna. Í stað þess að velja lausnir eftir þörfum Íslands, þyrftum við að laga íslenskan landbúnað að sameiginlegu kerfi 27 ríkja sem almennt starfa við gjörólíkt umhverfi. Því ekki að ræða einhverjar minniháttar breytingar á íslenskum landbúnaði, heldur algjöra kollvörpun. Aftur
þá ég hér með ekki að segja að íslenska kerfið sé fullkomið. Það má eflaust bæta á mörgum sviðum. En það getum við og það reyndar gerum við ótt og títt. Greinin ekki sagngripur sem bannað að snerta. Hún í stöðugri þróun, í tækni, kynbótum, dýravelferð, loftslagsaðgerðum, nýtingu hráefna og orkuskiptum. Og sú þróun mun halda áfram. Spurningin ekki hvort svo verði, heldur frekar á hvers forræði. Þar tel ég okkur betur borgið að setja sjálf við stýrið og velja leiðir út frá okkar stöðu og á okkar forsendum. Við segjum nú sem áður já við framförum, nýsköpun og alþjóðlegu samstarfi. Við segjum bara nei við þeirri sérkennilegu hugmynd að allar framfarir þurfa að koma í formi reglurgerðar pakka frá Brussel. Eitt verði að nefna í allri þessari vegferð og það framsetningin á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Við skulum muna hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan var kynnt í upphafi. Hún átti að vera val þjóðarinnar hvort ætti að fara í þessa vegferð eða ekki, einföld og heiðarleg já eða nei spurning. En tónninn hefur breyst. Nú tala sumir helstu baráttumenn og jafnvel ráðherrar fyrir viðræðum eins og aðeins eitt svar sé fullgilt. Já sé lýðræðislegt og framsýnt, en nei sé einhvers konar tilraun til þess að hafa samning af þjóðinni. Nei. Fólk sem kýs nei ekki að taka neitt af neinum öðrum. Að setja slíkt fram ekkert annað en skilgreining á populisma. Við sem kjósum nei ekki ef við að fara að gera það sem við vorum beðin Við að svara spurningunni. Fyrir kosningar sagði forsætisráðherra: Ég vil ekki standa frammi fyrir því að vera með klofna þjóð á næsta kjörtímabili. Hvað ef við fáum þá niðurstöðu upp úr kassanum 52-48? Hvað á að gera ef þú færð svoleiðis niðurstöðu? Ég vil að verkalýðshreyfingin geti verið einhuga þetta, að atvinnurekendur geti verið einhuga þetta. Það þarf að vera vel yfirgnæfandi stuðningur fyrir svona vegferð. Tilvitnun lýkur. Þetta var skynsamlegt mat hjá forsætisráðherra sem ég tek heilshugar undir. En hver staðan núna? Þjóðin klofin. Verkalýðshreyfingin ekki einhuga. Atvinnurekendur ekki einhuga. 2 af hverjum 3 félagsmönnum samtaka atvinnulífsins andvígir aðild og meirihluti félagsmanna samtaka iðnaðarins sömuleiðis. Ekki einu sinni meirihluti alþingis styður þessa vegferð. Samt okkur sagt að leggja af stað að því að jú, við getum nú alltaf hætt við síðar. En stjórnmál eiga ekki að vera eins og illa skipulagt ferðalag, að keyra í nokkur ár og spyrja svo hvort nokkur hafi í raun viljað fara á áfangastað til að byrja með. Eins og Eiríkur Bergmann stjórnmálafræði prófessor orðaði það nýlega í hlaðvarpsþættinum Komið gott. Ef það eitthvað sem vantar ekki, þá eru það upplýsingar. Þjóðarbókhlaðan stútfull af upplýsingum. Tilvitnun lýkur. Vandinn ekki skortur á upplýsingum. Við vitum hvaða sáttmálar gilda, við vitum að Ísland fær inn í tollabandalagið og við vitum að við tökum upp sameiginlegar stefnur. Og við vitum að smáríki fær sæti við borðið, en við vitum líka að við erum ekki að fara að ráða niðurstöðunni. Og við skulum hafa eitt á hreinu. Við samningaborðið verður ekki samið íslenska verðbólgu, vexti heimilana, húsnæðisvandann eða matvælaverð í íslenskum verslunum. Þetta eru verkefni íslenskra stjórnvalda. Við þurfum því ekki að hefja aðildarviðræður til að fá frekari upplýsingar hvað aðild þýðir. Við þurfum að ákveða hvort við viljum þessar þekktu grundvallabreitingar sem felast í aðild að ESB. Mitt svar nei. Ekki af því að við óttumst Evrópu, viljum einangrun eða kyrrstöðu. Heldur af því að við treystum okkur til að ráða málum okkar sjálf, sækja bestu hugmyndirnar hvar sem þær finnast og laga þær að íslenskum aðstæðum. Sú nálgun hefur ekki skilað stöðnun. Hún hefur skilað okkur í fremstu röð ríkja heims. Við viljum náið samstarf við Evrópu. Við viljum viðskipti, ferðafrelsi, rannsóknir, menntun og vináttu. Við viljum öflugan, nútímalegan og sjálfbæran landbúnað sem heldur áfram að þróast í samtali við umheiminn en á íslenskum forsendum. Þess vegna segi ég nei við aðildarviðræðum. Ekki nei við vinum okkar, ekki nei við samstarfi, ekki nei við framförum.
heldur já við Íslandi og sjálfstæðri ákvarðanatöku. Svo skulum við leggja þessa óþörfu vegferð til hliðar, bretta upp ermarnar og snúa okkur að verkefnum sem bíða, lægri verðbólgu, lægri vöxtum og sterkara samfélagi allt land. Takk fyrir.